Það er stundum talað að sé fátt í kirkju, að stundum talað að það þurfa að gera eitt og annað til þess að draga fólk að, og það er alveg rétt. En það var engin tónlist á dögum Jesús sem var að laða fólkið að. Það kom ekki í Guðs hús þá. Það var engin heimsleg afþreying eins og Hollywood dælir inn í mannhafið til að hertaka athyglina. Margir voru þá í neyð til að leita eftir ljósi og lækningu meina. Það var ekki, þó að megi allt mögulegt finna að heilsu kerfinu hjá okkur, að þá voru ekki heilsugæslur eða annað sem fólk gat hlaupið til. Núna lifum við á tímum þar sem vísindin hafa sýnt fram á að framheilin, þar sem að ákvarðanir eru teknar og rökhyggju og skynsemi á að vera til staðar, að þessi hluti heilans sem getur skynjað áhrif heilags anda, við erum musteri heilags anda, hann er sofandi við að horfa á og hlusta á ofgnótt afþreyingar efnis. Það er búið í vísindalega sanna þá rannsaka. Svolítið áhyggjuvekjandi ef við hugsum öll börnin okkar sem eru gersamlega stundum týnd í skjánum. Og við líka rættum það í gegnum árin, það hefur verið talað það í fréttum að alls konar nettröll, þeir sem eru að, eins og segja á íslenskunni í dag, hrauna yfir aðra með alls konar óþvera, gagnrýni og bara ofsóknum og ljótum orðum, að við höldum að þetta sé svona nútíma vandamál. En á dögunum stuttu eftir að Ísraelsmenn fóru í gegnum Rauða hafið og Móse stýrði þeim inn í fyrirheitna landið, að það var svo fljótt að gerast að hóparnir aðskildu sig og bjuggu sér til eigin guði og fyrirlitu hina. Og ég er að hlusta á og lesa bók sem er skrifuð á að gerast á þessum tímum. Og þá sér maður að það er annars konar tröll í gangi. Þó þú noti ekki netið, þá voru slúðursögurnar og fordómarnir og miskunnarleysið algjörlega í fullu gasi, ekki síður en nú. Bara í annarri mynd. Svo mennirnir eru sjálfum sér líkir í gegnum aldirnar og styrjaldir, mannkynssögunar og annað ber vott það. Við þurfum ekki annað að líta á seinni heimsstyrjöldina þegar að gyðingar voru bara prentaðir út sem útrýmingar kynslóð. Það mátti bara henda þeim út af því að einhver ákveðin maður sagði að það væri það eina. Þetta er allstaðar og alltaf að gerast og af hverju? Af því að Satan er á fullu í því að virkja mannkynið til þess að tortíma sjálfum sér. Hvað er meiri tortíming en eitthvað sem þú brýtur niður þangað til að fyrir að hata sjálft sig og snúast gegn sér. Sjá allir þessi börn sem að taka lífsitt af því að þeim finnst að þau sé ekki þessi virði að lifa. Og hver er að bak það? Bara það er ílska. En nóg það. Þetta voru nokkur orð í dag.